Þriðja myndbandið okkar fjallar RGB myndvinnsluferlið, en okkur hefur borið gæfa til þess hér á Íslandi að samræma alla forvinnslu í landinu, og þetta hefur fengið nafnið RGB myndvinnsluferli, en eins og nafnið ber til kynna að þá hvetjum við fólk og mælumst til að við fáum RGB myndir, rauðar, grænar og bláar sem sagt. Það eru upprunalegu myndirnar sem koma frá myndavélunum eða þá skönnunum, en byggjum fólk að smykka ekki lengur. Smykka sem sæja magenta, yellow og svarti liturinn, að við viljum fá þær í RGB litaham. Það eru mjög góðar leiðbeiningar inn á heimasíðu Samtaka iðnaðarins, en Samtök iðnaðarins studdu þetta verkefni mjög dyggilega, og þetta hefur gengið mjög vel. Þetta dálítið sérsniðið fyrir Adobe forritin, Photoshop, InDesign og Illustrator, en fólk sem að vinna í til dæmis kvarki hefur einnig getað notað þetta mjög vel. Það eru, eins og ég segi, mjög ítarlegar upplýsingar inn á heimasíðu Samtaka iðnaðarins. Sumum finnst kannski full ítarlegar, þannig að við erum hér í þessu myndbandi að reyna að einfalda fólki þetta. Þið sjáið að ég er komin inn á heimasíðuna, og hér sjáið að ég haka við RGB myndvinnsluferli, og þá sjáið þið þessar ítarlegu leiðbeiningar. Hér inni eru 3 skrár sem að við þurfum að setja inn á tölvun okkar. Hér sjáið þið hérna bláletraðan texta dálítið neðarlega í öllum þessum leiðbeiningum. Það eru þessar 3 skrár sem við þurfum að setja inn á tölvurnar. Fyrsta skráin er svokölluð CSF-skrá, Color Settings File á ensku, sem að sér öll starffræði sé rétt í forritunum okkar. Það er að segja Photoshop, InDesign og Illustrator. Þarna er einnig pressuprófíl, ISO-coded, önnur útgáfa þess prófíls, en þetta er sá pressuprófíl sem flest allar myndir hér á landi eru smykkaðir í þegar þær koma inn í prentsmiðjurnar, og loks er svokölluð job option sem að sér að búa til PDF-skránar okkar á réttan máta. Nú ætla ég að ná í þessar 3 skrár og fylgja ykkur hvar þið setjið þær inn á tölvuna ykkar. Samkvæmt leiðbeiningunum og ég er búinn að setja þetta hér inn á tölvuna, og hér inn á skjáborðið er ég búinn að setja þetta þjöppuð mappa. Hér er ég búinn að setja þetta eru þessar 3 skrár hér. CSF-skráin, pressuprófílinn og að lokum job optionin sem að við verðum með í 4. hluta. Nú ætla ég að setja þetta inn á tölvuna alveg samkvæmt leiðbeiningunum. Við förum fyrst inn á harðadiskin okkar. Þá förum við inn í Library möppuna, inn í Application Support, í Adobe, þar eru forritin okkar, og þar inn í litamöppuna, Color. Þið fylgjið mér hérna í rólegheitum, og þá er annars vegar mappa hér sem er Profile, það sem að pressuprófílarnir eru, og hér í Recommended möppu. Og þangað setjum við ISO-coded prófílinn, og þurfum að fá leyfi til þess hérna, og þá gerum við það sama. Við getum bara bakkað hér örlítið og farið inn í Settings-möppuna og einnig inn í Recommended, og þar setjum við CSF-skrána. En þetta er sem sagt skráin sem að gerir það verkum að við fáum réttu starffræðiformúlurnar í öll forritin. Nú langar mig að fara með ykkur aðeins inn í Photoshop forritið og sýna ykkur það sem að ég kalla stundum
mesta skemmdavargin sem hefur verið að hrjá okkur í mörg undanfarin ár. En hérna erum við komin í color settings möppuna og það er þetta sem hefur verið að skemma svo mikið fyrir okkur. Þessi grunnstilling sem kemur frá Adobe, að það er í fyrsta lagi sRGB, annars stað mjög slæmur bandarískur pressuprófíl og svo oft á tíðum vörpunin, hvernig hún varpast yfir með relatífu, það hefur oft á tíðum ekki verið mjög gott. Nú ætla ég að setja inn þessar CSF skrá frá Samtökum iðnaðarins og ég ætla að prófa að gera það samhæfa í gegnum Bridge, Adobe Bridge á öllum forritunum 3. Þannig að það er hægt með því að opna Adobe Bridge og fara inn í Creative Suite og þá sjáum við að hérna er þessi stilling komin frá SI sem stendur fyrir Samtök iðnaðarins eins og ég hef sagt. Þetta er fyrsta útgáfa sem var gerð í marsmánuði 2009 og hún hefur lifað allar þessar útgáfur sem hafa komið fram að þessu af Adobe forritunum. En nú er trúlega að verða ykkur breyting á þegar við erum með CS6 pakkan í vinslu. Þetta dugar vel þar ennþá, en í Creative Cloud sem er nýkomið á markaðinn gæti orðið breyting. Þannig að við erum svona að vinna í því að uppfæra þetta. Þannig að nú haka ég við SI-stillinguna og applya og þá ætti þetta að vera orðið rétt í öllum forritunum 3. Þannig að nú fer ég inn í Photoshopin og þá fer ég inn í Edit og í Color Settings og þá sjáum við að hér er þetta komið SI CS stillingar og þá er komið Adobe RGB í RGB litasviðið, ISO-coded pressuprófílins, sá sem að flest öll verkefni hér á landi eru prentuð í og punktastækkun í svarthvítum myndum 15%. Og hér er komið perceptual rendering sem að flest allar myndir eru varpað frá RGB litaham yfir í smykkam með þessari yfirfærsluleið, perceptual. Nú kann ykkar að spyrja, dugar þetta í öllum tilfellum? En þá er svarið nei. Þetta dugar varðandi allar litmyndir sem þið eruð að vinna. Ef þið eruð hins vegar til dæmis með svarthvítar myndir sem annarkvort á að prenta á munkenpappír eða dagblaðapappír, þá þarf ég að biðja ykkur að breyta varðandi punktastækkunina. Þannig að við skulum skoða það nánar, skulum opna mynd sem að ég er með og gera hana bara að svarthvítu, gráskala. Hér er hún orðin sem sagt svarthvít og skjámyndin sýnir okkur hvernig hún muni líta út með 15% punktastækkun. Ef að þið væruð að vinna mynd á munkenpappír, þá megið þið gera ráð fyrir því að punktastækkunin á munkenpappírnum séu kannski 20–25% og þá þurfum við að breyta hér í grey. Við skulum bara gefa okkur 25% og þá sáum við það að skjámyndin þyngdist mjög mikið og þá myndið þið eflaust létta myndina þar miðað við þessa skjámynd til dæmis í curves. Ef að þið væruð að fara að senda hana í dagblað þá gætu þið gert ráð fyrir því að punktastækkunin yrði jafnvel 30% og þá sjáum þið hvað hún þyngist einnig mikið varðandi dagblaða útkomuna. En þetta eru nánast 1–2 undantekningarnar. Ef þið eruð hins vegar vön að lesa út úr gildunum,
í litmyndunum, þá sömuleiðis verði ég að benda ykkur á að þá verði það að ná í Munken-prófíl eða dagblaðaprófíl. Og ef þið eruð vön að skoða myndirnar í gegnum prófílana, þá verði þið sömuleiðis að ná í viðkomandi prófíla og skoða myndirnar í gegnum þá. En að öllu öðru leyti eigið að vera örugg með þessa SI-stillingu fyrir allar litmyndir. En undantekningin er aðalega ef það kemur að svarthvítri mynd, hvort heldur á Munken-pappír eða uncoated eða mattan pappír og eða dagblaðapappír. En munið það að þegar þið eruð að vinna myndirnar í Photoshop, að hengja viðkomandi prófíl þegar það kemur að því að vista myndina. Eitt að lokum, til þess að þið getið verið fullviss það að color setting sé rétt í öllum forritunum þremur, það er að segja Photoshop, InDesign og Illustrator, þá kemur fyrir orðið synchronized efst í glugganum upp til vinstri. Ef það er synchronized, þá getið verið fullviss það að forritin öll rétt uppsett. Ef það er unsynchronized, þá er eitt þriggja forritana rangt uppsett, þannig að þá þurfum við að gera það handvirkt. Þetta hefur einstöku sinnum komið fyrir, en ef að það uppfærist ekki rétt í gegnum Brits.